Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Verið velkomin að Rauðaborðinu í bókmenntaspjall eiginlega núna þýðingar, svona mestu. Ég kom með 2 skáldkonur til mín sem eru líka þýðendur og ætla að ræða tiltekna bók. Það er Þórdís Gísladóttir, skáld og rithöfundur og þýðandi, og Valgerður Ólafsdóttir, skólasálfræðingur og rithöfundur. Og skáld kannski líka, já, það er alltaf fyrir ykkur óljóst svona hvað er að vera skáld og hvað er að vera rithöfundur. En við ætlum svona að ræða bók sem að Þórdís þýddi fyrir nokkrum mánuðum og kemur út núna í haust, og hún heitir því hressandi nafni Þessir djöfulsins karlar og er eftir Andrew Walden og er dálítið svona hefur fengið mörg verðlaun og svo leiðis, hefur dálítið farið bara sigur fyrir heiminn eins og sagt er. Það er uppleggið sko í samræðunni, en svo fyrst að ég var nú að fá ykkur hérna og ég baði nefnilega Valgerð að lesa þessa bók, að þá eiginlega bæði ykkur líkum að koma með svona ykkar bækur, og Valgerður, þú gafst út bók sem að tengist þessari bók bara eiginlega óljóst, kannski tengið óljóst, sem kom út fyrir 2 árum. 3 ef ég man rétt. 3 árum og heitir Konan Sverris. Já. Viltu kannski, ertu með hana, getur þú lyft henni svona upp til að sýna svona áhorfendum og hlustendum? Sérst þú, núna? Konan Sverris, já. Sem sjáist ekki. Einmitt. Og þig, Þórdís, bað ég nú að koma með hina bókina sem þú þýddir. Já, það er hérna Æska eftir Tove Ditlevsen, sem er síðasti hluti af endurminninga þríleik Tove, en önnur bókin í þríleiknum sem að segja frá svona fyrstu fullorðins árum eða eiginlega unglingsárum Tove Ditlevsen. Hina bækurnar heita Bernska og gift. Vá. Hún kom bara út núna í haust. Og svo allar því að þriðju líka. Þetta er þriðja sem sagt. Bernska og Æska og gift er komin. Já. En svo er eini viðbót sem hún titlaði skáldsögu en heitir Vilhelms verelse, sem að bíómynd sem margir sáu núna í haust er í raun og veru gerð eftir, þar sem hún fjallar hjónaband sitt. Þannig þetta er svona, tilfinningar eru svona megin þráður má segja hér, og svo ertu með ljóðin þín, bók sem var að koma út, er það ekki? Hún kom út bara núna í haust líka, fyrir ekkert svo lengur síðan, og heitir Aðlögun, kom út í byrjun nóvember. Það er þín til hamingju með hana. Takk. Og helst myndi nú vilja fá þig bara í sérstakt svona ljóðaspjall hérna kannski á næstunni. Já, það er kannski alveg hægt. Já, en til öryggis að því tíminn er þá hérna væri bara gaman allavega að hafa hana með. En eigum að reyna að vinda okkur í að ræða svona eins og uppleggi var. Gunnar Smári eiginlega setti okkur þetta fyrir svona, að hérna, þetta væri dálítið að því hann var þetta með seríu við Rauðaborði hérna í haust, sko, kallmennskuna, og fekk Bjarna Karlsson prest til þess að eiginlega vera með sér og leiða, það komi hérna nokkur holl af karlmennum til að eiginlega ræða karlmennskun út frá nokkur sjónarhornum, og þannig að þessi bók kannski dálítið, þessi titill allavega kemur svona mjög í framhaldi af þeirri umræðu, þessi djöfulsins karlar. Myndi þið segja hún væri fyrst og fremst karlmennsku eða? Nei, það myndi nú ekki segja, ekki þannig séð. Sko, það er náttúrulega, hún fjallar í raun og veru er þetta sagastrák sem að eignast 7 pappa á 7 árum, frá 7 til 14 ára. Og einhver leiti fjallar hún karlmennsku, þannig séð að þessi karlmenn er allir ómögulegir, allir þessi pappar. Og þú veist, það er mordtilraun og það er alls konar ofbeldi og svona, já. En þetta er ekkert svona beinlínis Þetta er ekki greining að analýsa á karlmennsku? Nei, alls ekki. Þetta er bara saga þessa stráks og í raun og veru mömmans líka. Saga mömmans ekki síður. Já, mjög þetta nú ansis, sko, liggur við erfiðlesning á köflum, sko, að því að maður var farin að vera kvíðaði eitthvað eins og fyrir þegar er kynntur annar maður til leiks
og þá byrjaði maður bara svona hálfgjört að kvíða fyrir því að hvernig það myndi enda sko. Já, sko, það mér finnst svona alls konar hvernig fólk hefur tekið þessu. Ég hef bara hitt fólk sem bara fannst þetta sjúklega fyndið en fór svona gráta smáðið stundum en maður segja, konur sem hafa verið í ofbeldissambandum fannst þetta ofslega svona gefandi að lesa svona lýsingu á þessu, svona, þú veist, það er landnum liðið, það er eitthvað svona komiskur punktur í þessu öllu saman og svo þetta náttúrulega líka bara svona þjóðfélags saga einhvers þjóðfélags sem við þekktum, þú veist, saga hippakynslóðurina sem að einhvern veginn reyndi að gera allt rétt en klúðraði eiginlega næstu í öllu, sko. Jú, en svo þetta líka náttúrulega saga, sko, stráksins, hvernig hann verður, eða hvernig hans karlmennska verður til í þessum speglunum. Hann náttúrulega svolítið að spegla sig í þessum vonlausu, vonbyðlum móðurinn. Mamma segir endara við hann einhvern tímann, hann verði aldrei eins og þessi menn því hann sé svo góðum tengslum við kvenlegu hliðin í sér. Einmitt, og það er þetta svolítið sárt að vera þessi strákur sem einhvern veginn má eiginlega varla vera strákur, sko, einhvern veginn, já. En mér fannst, þegar ég keypti söguna, þá fékk ég strax viðburð frá afgreiðslumanninum sem var karlkyns. Hann horfði á titilinu bara, já, byrju, okkur er þessa bók og hvað er hún? Og áðan var ég í vinnunni og sagði samstarfsmanni mínum að ég væri að fara snemma úr vinnunni og sýndi hann bókina og hann sýndi alveg sömu viðbröð að hei, er þetta svona saga hvað kallar er rómulegir? Karlkyns samstarfsmaður, sko. En nú er það náttúrulega alls ekki. Nei, sko, þetta er líka bara svo góð tíðrandalýsing. Já, þetta er og að þú spurði hvort þetta væri saga karlmennsku. Mér finnst þetta nefnilega svolítið vera saga karlmennsku af því að þetta er þetta saga þessa drengs og og hann svona uppvöxt og þegar ég var komin áleiðis í sögunni þá hitt ég unga rithöfund konu sem var líka að lesa hana og við bara svona skiptumst á nokkrum orðum og ég var svona, já ég er að lesa þessa bók og hún sagði, já ég líka og hún sagði, mér finnst rosalega mikil typilegt af henni og ég var líka, já, af því að ég var svona rétt að byrja að lesa og það er svona svolítið mikið af typum en þegar ég var komin í gegn þá finnst mér það bara partur af því sem er alveg frábært við þessa sögu því að þetta er einhvern veginn saga stráks sem þetta bara, hann er bara strákur og þetta er hans bara kynveruna í honum og kynhlutverkið en líka það að vera sonur mömmu og sem á vinkonu sem að segir að það sé djöfulsins ekki síður saga mömmunar og vinkonu hennar. Já, svo er það mamman og hann er auðvitað partur af mömmu sinni og hann segir hann líka berum orðum. Mömmur og börn eru, ég man ekki hvernig orðar hann þetta, mömmur og börn eru ein ætt og pappar önnur eða einn flokkur og það er svona við og hann eða pappin, ég og þið sem að dregur upp ákveðna mynd Já, og móðurhlutverkið þetta er líka bara kvenmennsku þá eða svona og líka þetta móðurhlutverkið verður það er það sem að mér fannst kannski svolítið ég var eitthvað veltaði fyrir mér sjónarhornina því sjónarhornið er drengsins, sko og þetta óbúslega fallega svona barstlega sjónarhorn sem að tekur einmitt bara eftir við einhvern veginn, maður rifjar upp líka það hvernig þú sérð heiminn og tengsl fólks. Það gerir það svo rosalega vel og hvernig sko í fyrstu köflunum finnst mér, eins og ég las þetta fannst mér að sko, þá var einhvern veginn mynd bassins og skýr, þessi svona tæra mynd bassins og svo er rödd fullorðnumannsins sem er að segja söguna líka og svo eftir því sem hann eldist fannst mér, nú veit ég hvort að þú séu þetta líka svona, fannst mér sko rödd fullorðnumannsins minnka af því að hann er auðvitað bara orðin þroskari í lok sögunar, orðin unglingur þorpa næstu í fullorðin þannig að mér var svona verið svolítið svona tvískipting í fyrirhlutanum þar sem að það er barnið sem er svona alveg tært og svo kemur svona sögumansröddin sem er svo flott. Er ekki hálfgerði samræði, er ekki höfundurinn samræði við sjálfan sig? Höfundurinn eða, er þetta sjálfstæðis? Sko hann segir að þetta sé bara byggt mjög mikið á hans endurminningum og þetta sé í raun og veru saga hans en hann segir systkini mín muna sumt öðruvísi
og sumt myndi ég ekki, þannig ég bara prjónaði inn í það, datt eitthvað út, þannig að þetta eru endurminningar hans, hann hefði alveg geta gert það og hann tekur reynda fram alveg að hann í mjög góðu sambandi við systkini sín og mömmu sína og þetta ekki fjölskylda sem talast ekki við en eitt þannig, mammans las bókina og kom í þessar breytingartillögur sem hann varða ekki við. Já, mamma sagði, við frekar tala þennan pappa. Nei, það var með reglu. Reglan þurfti að vera, það ekki svo að hann hefði Jú, hann hefði velti fyrir sér á einhverju mómenti hvort hann ætti að kalla manninn pappa eða hvort hann kalla hann pappa en það voru þarna einhverju vissi hann nú ekki einu sinni af sem mamma fór að rifja upp og einhverju menn sem hann sá sem að bara eins og þegar hún sefur hjá pappa vinar, einhvers bekkjabróður hans hann ekki með því hann hefði aldrei geta hann átti aðra fjölskyldu, hann var þarna bara tilfallandi þarna eftir einhvern foreldrafund eða eitthvað svoleið sko. Þannig að þú veist, það bara ekki með. Þetta alveg þetta eiginlega skuggaleg lýsing á þessari móður, ég verð nú að segja það. En ég heiti konu bara í gær sem á nýræðisaldri, svona af heipakynslóðinu og margar vinkunur af þeirri kynslóð og þær sjálfa sig mjög mikið í þessu. Og sagði reynda, börnum mín átti ekki 7 pappa en það átti nokkra. Það svona. En fannst henni þá vera svona ég veit ekki, dómur undirliggjandi dómur? Nei. Fannst þetta svaka skemmtilegt og var svona að ræða þetta við vinkunum. En ég var svona aðeins að pæli því, hvort það væri, að því að hann fordómalaus og það væntum þykja, maður finnur það, og hún þykir væntum mömmu sín og hann skilur, þessi fullorðinn maður. Ég ekki að væri svona. Nei, en mér veist að hún samt hvernig hann svona, þú veist, hún verður dálítið komisk samt, mamma. Já, það finnst mér einmitt. Og dálítið tragísk, ég meina hún verður náttúrulega svolítið svona, ég veit ekki, sem móður það var ekkert æðislegt fyrir móður að lesa svona lýsingu sonarins á. Já, hún las þetta alveg og bara, þú veist. Já, hún er alltaf fyndin. Bara hress týpa. Hún fyndin týpar, bæði, svona ofsalega vandvirk og áhyggjufull og reyna alltaf að passa börnin sín voðalega vel og með ekki fá. Senda hann í Valdórsskóla og má alls ekki drekka eitthvað góðstrykki með sykri og má ekki borða nammi með litarefnum. Einmitt. Það bara svo vant fyrir hann. Já. Og með heimaprjónum fötum og svona. Já, jurtalitað og allt. Já. En hennar svona má segja, svo við slettum nú sálfræðilegu lingó í hennar svona meðvirkni má segja, ekki gagnvart þessum köllum, hún nær ekki að vernda fyrir henni. Já, sko hún allavega nær ekki að vernda sjálfa sig og þar finnst mér vera svona saga margra kvenna sem alltaf að reyna að bjarga einhverjum eins og þú veist manni sem sem í grunninn, maður sér alveg á þetta sympatísku maður en hann er náttúrulega bara ofbeldismadur og bara í einhverjum miklum vandræðum. En það sem mér fannst sko þegar ég var að þýða þá náttúrulega mæti maður bókinni svolítið öðruvísa því maður er bara svona eins og maður sé að þræða einhverja perlur upp á þráð af því þú veist maður er alltaf að hugsa orðin og svona og svo hugsunin náttúrulega líka að hann er ekki og náttúrulega hugsa þetta upp á þetta sko, hann er ekki að nota eitthvað tungutak sem við sjáum svo mikið í bókmenntum núna sem er tungutak einhverja fræða, þú veist, fíkni fræða eða, þú veist ef maður les bókmenntir, áfallafræða eitthvað svoleiðis, hann er bara ekkert þar og hann segir það sjálfur, hlustaði eitthvað podcast þátt daginn við hann, þar sem hann hefur aldrei farið einhverja þerapíu eða meðferð, þú veist, maður getum hugsað þetta eins og, þú veist, bókmenntir maður les, bókmenntir Vesturlanda síðustu 100 árin, þú veist, það er hvað ég var að segja, Guð og Freud og svo kom einhver fíknifræði svona sem var einfalt þetta og hann er ekki, þú veist hann er ekki því lingói. Nei, og þú veist, þetta er nefnilega tungutak sem mér er mjög framandi, ég þekki ekki 12 spora umræðu sem að mjög margir ég svona er að reyna að átta mig stundum á því, hvað eru þau að tala? Hvað, þú veist, maður heyrir eitthvað svona hann með svo mikið daddy issues eitthvað, þú veist, og maður bara, hvað er það? Og mér finnst sko fólk nota þetta svo mikið og svona, þú veist, ég er engin sérfræðingur í Freud en ég er svona betur að mér í honum af því að hann hefur verið notaður svo mikið til að greina bókmenntir en er svolítið dottin út. Já, þetta er kynslóðabundið. Já, en þetta tungutak er komið inn í málið alveg. Já, alveg, og inn í bókmenntir. Og inn í bókmenntir. Og maður sem svona eldri, þá hugsa maður með sér,
var ekki, þurfti, bætir það eitthvað að smetla þessari greiningu eða þessu orði eða hefði það kannski bara verið betra að sína það, sko. Já, en maður getur ekki dæmt, það fer alltaf eftir bara kontekstu, hann sko. er aldrei að hugsa Stundum eitthvað, þú veist, eitthvað sjálf og eitthvað bælingu og eitthvað svona, þú veist, það er bara ekkert. Bara, en hann segir sjálfur og maður sér það alveg, ég meina maðurinn sem skrifur þessa sögu er að nálgast 50 og hann sagði það sjálfur í bara einhverju viðtali í sænskum bókmenntaþætti að hann hefði náttúrulega skrifað allt öðra sögu þegar hann var 25 ára. Þú veist, hann lætur tíman vinna með sér. Og það er það sem ég var að reyna að koma orðum að áðan, með þessi sögumannsröddin sem er einhvern veginn þarna svona aðeins vitrari en samt nær hann að segja koma rödd bassis á framfæri sem ég er svo skemmtilegt. En án þess að nota þessi orð þá er hann samt að rekja sögu og svona vinna úr og reynslu sinni og foreldra sinna. Þannig að þetta púslast saman úr verður eitthvað sem fólk með allt. En án þess að hann hafi einhvern veginn gengist inn á einhver svona sjálfshjálparfræði eða eitthvað svoleiðis, finnst mér. En svo getur alltaf verið samt, ég er að hugsa það, sko, með viðtöl í kringum bækur, að þú veist, þau eru oft gert ráð fyrir því að viðtölu séu þá bara alveg sannleikurinn, sko. En ég meina viðtölin geta náttúrulega líka verið svona á þessu mörkum, þar að segja ákveðið stíl, sko, þannig að það getur vel verið að svona höfundur sé búin að kynna sér og hafi gengist undir sálgreiningu og unnið mikla sem kallast sjálfsvinnu, það er eitt sem hann eða farið meðferð og verið í Tólfsborg, þekkir til alls þessa, en vilji ekki einhvern veginn, sko, smætta frásökununa niður í það, ekki einu sinni í viðtali, sko. Það getur vel verið að sé að ljúga því hann hafi aldrei bara velt þessu fyrir sér, en hann segir það alveg fullum fjöldum, bara hann hafi bara einhvern veginn gert hlutin öðruvísi. En þannig en það er allavega, sko, ég bara velti fyrir mig líka því að þessi bók hefur slegið svo mikið í gegn og er að koma út allan heim, hún er rosalega, núna er hún búin að vera í fyrsta sæti í norska bóksölulistanum daginn og svo er hún bara að koma út og það er að koma bíómynd. Þannig að þá maður hugsa svona, þetta er svona meira svona sammannleg reynsla sem hver getur einhvern veginn túlkað út frá sjálfum sér og eitthvað svona, án þess að hún sé á einhverjum svona, hún sé nú einhverju braut, svona beinlínis, einhverju svona meðferðar braut. Þetta sammannlega, mann finnst það vera mest, sko, að þetta er bara þetta er einhvern veginn lýsing bars eða lýsing þá manns á barni eða svoleiðis, á því hvernig það sem kemur fyrir hann kemur honum fyrir sjónir og það er ekki þetta komiska að hlims ofbeldismennir bara koma inn á sviðið bara sem, sko, skemmtilegir og flottir eða sniðugir eða áhugaverðir geta verið eða hálf svona ógnarlegir og eitthvað svona, sko, og sá sem honum líst best á, mamman hefur ekki áhuga á honum. Nei. Þannig að Þannig að þetta er svona það sem allir þekkja, bara hvernig, ef það er að rifja upp, hvernig það sem síðan, minn veruleiki, hvernig kom það mér fyrir sjónir, sko, versus það sem ég síðan eiginlega fatt að það hefði verið í gangi, sko. Er þetta ekki svona þetta rosalega skáldlega, furðulega sem margir... Jú, lesandinn líka oft svona skilur aðeins betur en hann, bara því hann er barn, þú veist hvað er í gangi, sko. Það er náttúrulega eitt, sko. En mér veist hann bara, það er eitthvað svona lúmskur húmor í þessu og við sem erum svona 90s týpur munum bara eftir sem mörgu og hugmyndum sem voru í gangi. Ég tengdi, sko, nú er hann, ég flett upp hvað hann er gamall, hann er fæddur 76, ég er fæddur 77 og ég þekkti, ég bara svona fann mig mjög, ég ólst að hluta til upp í Danmörku. Þetta er náttúrulega Svíþjóð, það er ekki langt á milli. Ég þekkti þetta mjög vel. Mjög margt. Bara svona smáatriði, þó hann dregur upp svona litla myndir og þær eru bara alveg sannar. En það er líka eitthvað sem hefur nú tekist vel í þýðingunni. Við erum að hrósa þér fyrir góða þýðingu. Það kemur ekki þetta óvart. Að það er svona, mann finnst tónnin vera líka svo sannur einhvern veginn. Það er svona... Já, mér fannst nefnilega að það var svona smá áskorun. Ég þurfti bara alltaf að hugsa svona að það er rödd. Ég heyr alltaf svona rödd í bókum. Já, er það? Það er svolítið svona, mér finnst það er einhver rödd bara, maður getur lesið Strindberg, þar er einhver klikkur rödd. Svo, þú veist, Tói Ditlevsen með einhver ákveðna rödd. Og heyrur hana svona í höfður? Ég heyr hana, kannski ekki alveg beint, en það er eitthvað svona, kannski, ég geti líst því sem heyrn. Mér finnst svona, þú veist, það er eitthvað svona tónn sem maður reynir að ná.
Og finnst þér þá hjálpa kannski einmitt að hlusta á eitthvað podcast með höfundunum eða getur það ég vil bara trufla? Nei, ég ger það svona, þú veist, ef það er á laus og ég er svo heppin, eða svona, þú veist, Andri Valdin er til dæmis með vikulegt podcast með vinkonu sinni þar sem hann er að spjalla þau spjalla svona samanlega reynslu sína og svo bara allt sem er í gangi núna og eitthvað svona, þannig að mann finnst maður svolítið svona þekkjan, þannig séð, en ég þekkjan ekkert persónulega, en hann kemur á bókmenntahátíð í næsta haust, næsta vor, til Íslands, apríl. Já, spennandi. Fylgjast með honum, en þú náttúrulega hefur unnið sem skólasálfræðingur. Já. Þannig að þú kannski hefur líka lesið þetta sem svona fagmanneski eða hvað, svona já, ég bara svona veruleiki, að því að við erum svolítið núna búin að vera mikið í haust að tala um sko veruleiki barna og svona kvíði og geð heilsa barna. Ég bara síðast í morgun hugsaði ég einhvern veginn, já, og þá var ég í vinnunni og hafði verið eitthvað pæli einhverjum krökkum og þetta er þessi saga líka um strák og bara vináttu stráka og ég gat alveg speklað hans vináttu í bara einmitt svona einhverjum samskiptum sem ég tók eftir bara í dag, þið veitir. Þannig mjög svona, já, það er svo margt í sögunni. Það er þessi saga hans, það er saga mömmunar og það er einhvern veginn vináttan við þessa vini sem eru nefndir nokkurir sko. Og já. Og svo kemur, já, það er mjög falleg lýsing fyrst mér og vináttu stráka í þessari bók. Já, mjög falleg lýsing. Lítilla stráka. En svo náttúrulega saga pappa hans er hann í bakgrunni sem kemur sko, það er einhverju flóttamenn og sem að, þú veist, amman spýr einhvers þar í Ameríku, pappans hefur verið á flótta á einhverju afans faldi sig í stríðinu, það er alls konar svona hluti sem er komið inn á. Rosalega, já, áhugaverð saga en hann er samt með hann er með rangasögu af pappa sínum sem indjána, þannig að hann verður raun fyrir vonbrigðum sem er líka svona ævintýralegur pappi sem er svo ekki ævintýralegur en hann er það samt. Já, þetta með uppruna sögurnar, hvað er mikilvægt að vita og hvað þarf að vita mynd búa til einhverja góðsagnir eða í kringum svona uppruna hversu eins og það verður að segja þessi honum tekst vel að ná eiginlega fara yfir ýmis svið sko. Og einhvern veginn hvernig svona líka sko hvað nú er ég heitt svara spurningur sem þú spurðir að með skólasálfræðingin og það, en jú kannski en með hvað ég ætlaði að segja ekki þegar, nú datt á mér með vináttu stráka, nei nú er ég búin ég glemdi því, það kemur kannski eftir. Já, jú, mér fannst þú svara spurningunni sko með að þú er raunverulega lestur þessari bókar gaf þér einhvers konar sjónarhorn bara þegar þú ert að umgangast krakka og drengi kannski sérstaklega. Já, einmitt, akkurat. Já, það er náttúrulega mikið, ég meina það sem þú hefur mikla reynslu af því og ert fagmanneskja að bókmenntaverk virkilega geti svona komið alveg nýtt sjónarhorn. Já, mér langar líka bara allir strákar sér þekki lesa þessa sögu sko. Þetta er frábær og kallar. Þetta er, já, þó að titillin mögulega fæli einhverja frá allan með viðbröðun sko. En svona með, eins og í þessari bók er mjög mikill svona, í mörgum sænskum bókum, mikill svona stjættavingil. Maður sér, og hann gerir sér á einhvern hátt mjög mikið grein fyrir. Þau eru bara mjög fátæk. Þú veist, á tímabili býr hann einn hann býr svo lítill íbúð með mömmu sinna systkina, geta eiginlega ekkert komið heimsókn. Þau búa bara í einhverjum hálfgerðum skáp. Mammans, það er ekki að loft út eða neitt. Hún þarf að búa til trekk. Já, hún þarf að búa til gegnum trekk með bara vesenni, sko, ef hún ætlar að því henni finnst mjög gaman að lofta út. Hún þarf dragsú. Já, mitt. Þannig að og þetta er við erum ekki vöni eins mikið í íslenskum bókmyndum, þetta er líka í Tófi Ditlevsen sem að því mér Íslendingar við erum kannski bara við erum öll komin úr sveit, það er mjög mikil stjættamunur á Íslandi og en við erum öll það er mjög lítið borgarastjætt gömul og eitthvað svona. Það er ekki oft til umræðu beinlínis, en þarna er þetta alveg til enda, hann er mjög meðvitaður. Og Svíar eru svona meðvitaður það er bara, þú veist, og bara á Norðurlöndunum er allt annað, það eru fólki með ættanöfn sem að afhjúpa að þú kemur einhvers staðar frá og hann eins og þegar hann býr tíma hjá móður, það er búin tíma þau eru einhvers staðar á milli hús og þau eru stundum beinlínis á hálfgerðum vergangi, þau eru bara alltaf vini eða fjölskyldu, einhvern sem geta flutt inn hjá og þau eru á sófanum hjá vinkunum ömmunar. Mamman er náttúrulega ansið góð í að gera svona gott úr og gerir gott úr og þau flytja og svo flytja þau inn til systur mömmunar sem að býr í einhverju 6 herbergja íbúð í Stokkólmi
og þú veist, það eru langar símasnúrur og henni staða svona aðeins sterkar en maður finnur það, en svo áttum við samt á því að og þó hún samt svona dagmamma einmitt, það svona, en það svona það er alltaf þessi svona það svona maður átt að sjá því að þú veist, það er fátækt hjá þeim, hann sækir í til dæmis að vera heimi á vini sínum þar sem foreldrarnir eru kennarar og hafa það svona betra og það er pláss fyrir hann og hann fær að koma með þeim í sumarfrí. Þetta eiginlega svona, það svona nokkrar senur sem einmitt maður bara, með svona, einmitt, ekki bara þetta með pappan og hérna þessa erfiðu fósturfeður, heldur þetta svona hans status, hvað hann einhvern veginn svona, hann hefur ekki upp á mikið að bjóða einmitt vinum sínum og en að reyna svona að finna sér sína sérstöðu og hérna, þannig að það er nú svolítið svona sár virkilega þráður finnst mér í bókinni. Já, líka, hvað hann bara finnur til svona mikils vannmáttar líka, hann finnur til ábyrgð gagnvart mömmu sinni en nær einhvern veginn, svo er það samt systirinn sem bjargar henni og hann er einhvern veginn svo, hann er svo bjargarlaus oft, sko. Bara viðkvæmur. En það er einmitt ekki líka sambandi í þessu sögu, er þetta systkinasamband sem er svo skemmtilegt. Einmitt, það systir hans er svo mikill húmoristi. Litla systirinn, hún bjargar öllu. Þau gera gís að öllu, þau herma eftir pappa hennar sem er stjúpappa hans. Þeim tekst einhvern veginn að sjá það komiska í fullandi fólki og það en er það ekki svolítið svona óðurinn til skáldskaparins? Já, kannski það er líka eitthvað svona leið til að lifa af held ég að barn getur hort á foreldrana þú getur hort á fullari fólk svona utanfrá og bara vá hvað þau eru skrítin. Nú man ég hvað ætlaði að segja á þann eitt af því sem er svo heillandi í sögunni er heimur barnana sem er bara aðgreindur frá heimi fullorðina, bæði systkina heimurinn og vina heimurinn og hérna og sem er jákvætt ekki aðgreindur í neikvæðum skilningi. Nei, þau bara eiga sína veröld sko, og það er svona mjög heillandi, jákvætt, En mér fannst að vera svolítið líka samt vera svona það er heimur, eða ég veit ekki eins og sem höfundar þá kannski er maður alltaf pínlítið að svona búa þann heim þann til finnst mér sko þar sem maður en mann verður líka ljóst að heimur barnana er líka flókin og erfiðari og svona ljótari heldur en kannski fullorðnir vilja endilega horfast í augu við sko það er alveg þannig senur líka þannig að það er margt í þessari bók það er rosalega margt í þessari bók nefnilega. En bókin þín sem var nú ansi mögnuð og hérna hún þá var margir sem lásu hana einmitt til þess að og fannst hún tala inn í svona aðstæður, þú bæði kannski ert að tala mjög svona nokkur tiltekin vandamáli eða svoleiðis, svona er það ekki má segja, þar er hún líka söknuður eftir föður og hérna og svona einhvers konar ofbeldissamband er það ekki, eða hjónaband sem fer í rúst og svona einhvers konar uppgjör og þannig. Já, svona eitthvað sem fylgir fólki. Já, það er nú get ég ekki hægt að tala þessa djöfisins karla. Það er náttúrulega eitt enn sem að hann spinnur svona líka, einhvern veginn maður átt að segja á því að aðstæður mömmunar er einhvern veginn svona einhver endurtekning, saga sem endurtekur sig, saga hans er saga föður hans sem er að endurtaka sig, og þannig er það líka í Konuna Sverris. Í bókinni þinni, Konuna Sverris fannst mér, það er líst svona stigvaxandi ofbeldi sem að svona vex sko, en í þessari bók meira sko þá vex ofbeldið en mamman kemur sér út úr því en fer alltaf í sama farið aftur. Fyrir alltaf í sama farið. Þú veist, hún kemur sér út en hún finnur sér nýjar típur. Það er allt, og þeir eru gjör ólíkir en ofbeldi byrjar smám saman. Móður hefur greinilega ekki verið í nógu mikilli sjálfsvinnu. Hún er bara svo góð. Já, ég held það. Hún er að bjarga. Hann er svo góður en veikur. Til dæmis, það er einn. Hann er veikur en hann er góður og hann endurtekur það strákur, hann er góður en veikur. En það sem mér fannst vera vel af sér vikið á þess að ég sé minni dóm hérna eins og í þinni bók, að því að þú ert sálfræðingur og hefur, sem sagt, þú hefur nú þýtt líka sálfræðibók. Já, eina sjálfshjálparbók. Skrifa líka eina kennslubók í sálfræði, Hvað heit þessar bækur? Bara Ganea? Já, fyrir 7 árum
held ég, kom út kennslubókin Sálfræði daglegs lífs sem við endur útgáfum síðan núna bara í haust, lagfærðum hana og kennarhandbók með. En sjálfshjálparbókin heitir af hverju er enginn sagt mér þetta fyrr? Gefandi Benedikt. Ég var nú bara ráðin í að þýða hana svona. Já. Og hún er bara, þetta er mikill bestseller. En ég þekkti hann ekki áður en ég fór að þýða hana, sko. Ég er ekki að það búin að lesa hana, en mér finnst virkilega að maður þurfa að lesa hana til þess að kannski endurtaka sig síður en að því, sem sagt, að því að þú hefur þessa reynslu, þá fannst mér ansi vel af því viki að geta farið inn á svona sálfræðilegt svið sem þú gerir í þinni skáldsögu, fyrstu skáldsögu. Já. En án þess að maður hefði eitthvað á tilfinninguna að þú værir að messa yfir mann einhverju sálfræði speki, sko. Þú veist, já, gott að heyra það. Ég man samt mjög vel að í gagnrýni ég ítrekka að tala um svona sálfræðilegar skýringar sem svona bókmyndafræðingar nefndu það svona sem kannski ákveðnulaust eða svona eitthvað svona, en já, ég veit það ekki. Ég held að sumir hefur komið auga á eitthvað svona skín í gegn einhver sálfræðingur hana. Jú, en þá kannski er það með til byrja, ef það er sálfræðingur sem skrifar, akkur má það ekki skína í gegn, en það ekki einmitt bara mjög gjöfult að fá það í gegn í textanum. En ég vildi einmitt sína en ekki segja, sko, það var svona að þú nefndir það áðan, hvort að það var ekki rétta leiðin. Já, ég bara veit það, ég þannig að fyrir eftir bara. Já, mér finnst það allavega skemmtilegri. Já, Þórdís fór að segja að þetta væri algengt að segja það ekki, en maður getur kannski valla dæmt um hvort það er í öllum tilfellum betra, sko. Nei, maður veit það ekki. Það er sjálfsagt bara bæði betra, sko. Bæði betra en það verður ekki bara eins og alltaf, það verður að ganga upp innan tilraunarinnar, sko. Þannig að kannski er einhver bók sem er bara alltaf að nefna einhverjar og þá er það eiginlega bara já, maður er bara einhvern veginn að ganga inn í hennan heim og kaupa hann. En þessi er allavega, hann gerir það ekki. Og svo ert þú með þína, en Tófi, viltu segja okkur hvað er vikið? Já, þetta er sem sagt Tófi Ditlevsen skrifaði endurminningaþríleik sem heitir Bernska og Æska og Gift sem að lýsa bara uppvexti hennar á Vesturbrú og síðan hvernig hún fer inn í hjónaband og verður síðan eiturlyfja neytandi. Þetta er svona lýsing sem er svona saga konu sem elst upp í verkamannahverfi á Vesturbrú í Kaupmannahöfn hjá mamman er húsmóður og pappin er verkamaður sem að vinna svona ýmiss konar verkamannavinnu sem er bara svona mjög slítandi og erfið og hún eiginlega sko hennar bara líf snýst það frá upphafi að hún vill skrifa, hann langar að vera skáld og byrjar að skrifa ljóð þegar hún er bara barn en það er engin flötur á því pappina segir bara konu getur ekki verið skáld og mamma vill bara giftist og þetta er bara saga þeirra fjölskyldu fólksins þarna á Vesturbrú sem er þetta er svona skemmtilegt og líflegt hverfi fullt af fólki og svo hvernig hún kemst út úr þessu smám saman með því að giftast 55 ára gömlum ritstjóra sem að gefur hann út á endanum. Síðan er hennar saga þarna á bakvið sem er mjög flókin og henni fannst hún aldrei viðurkennd af bókmenntaelitinu sem var rétt þannig séð, hún kallarnir tók hann aldrei upp á sína arma og hún var aldrei viðurkennd svona akademist og endaði með því að fyrirfara sér 56 ára minnum hún hafa verið. Já. En finnst ykkur ekki mikilvægt að fyrir íslenska bókmenntir að fá þessa rattir inn, hugsið ykkur sko í þýðingum. Jú. Það er eiginlega alveg rosalega gott að mega segjum sem svo að því nú sjáum við til þræði frá bókinni þinni Konan Sverris og yfir í Tófi og Andrjú Valden. Það eru nokkri þræðir og það er dálítið svona, getur verið ríkulegt að lesa það saman eða svoleiðis og þannig að það er eiginlega maður hugsa bara finnst ykkur vera nógu mikið gert af því að þýða? Nei, það er aldrei gert nógu mikið af því. En ég held til mig sem með Tófi, hún á svona endurreisnar tímabil núna bara vegna þess að það bækurnar voru þýddar og gefnar út í Penguin Classics fyrir bara 2-3 árum eitthvað svoleiðis og New York Times kaus þannig 10 bestu bókum, þýddu bókum ársins í Bandaríkjunum og ég held að það sé af því að hún var alltaf vinsæl í Danmörku og lesin náttúrulega af Dönum og náði þar
þar lásu konur en hennar tími bara svo mikið komin núna í þessu samfélagi sem við búum í. Hún að tala hérna ólögleg þungunarof að því að það var bannað að láta fjarlæga fóstur. Hún að tala heimilisofbeldi og þetta var bara þegar fyrsti gift kom út 1971 á íslensku og þá var gagnrýni í Mogganum sem sagði bara að þetta væri sensasjonalismi. Ég held bara að það hafi verið orðið sem Jóhann Hjálmarsson notaði. Já. Sem segir ýmislegt sko. Já, hún kom út 1971, já, einmitt. En segðu mér sko, nú ég búin að spyrja hvort þú finnst ekki mikilvægt að svolítið hlaðið spurning að þýða bókmyndir og vera með svona, mér finnst alltaf lítið einhvern veginn að vera með samræð, að við séum að ræða sko erlendar þýddarbækur og íslenskar samtímabækur saman einhvern veginn. Þetta er alltaf tilraun til þess svona en mér finnst einhvern veginn sjá þræðina sem að svona flækjast saman og passa saman. Já, og hvernig við erum alltaf hluti á þessu. Einmitt. En þá vil ég að spyrja svona ein spurninga. Við höfum nú ekki mikið tíma en dálítið þunglamaleg spurning svona að þú tala um Tófi og kalla heiminn og svo erum við með þennan titil hérna þessir helvit djöfulsins kallar og þeir eru 2 skáldkonur þá hlýtur að koma spurning eitthvað það hvernig ykkur finnst að vera skrifandi konur í svona karla eða menningu sem kannski hefur verið mótuð dálítið af feðraveldinu eða þannig. Finnið þið fyrir því eitthvað svona? Ég held að ég er svolítið erfitt með að svara þessu, ég er bara ekki nógu reyndur höfundur sko. Ég veit það náttúrulega ekki, en ég held að kannski mitt svar að það er kannski alveg ástæða fyrir því ég gáði fyrstu bókinni 45 ára. Konur gera það stundum. Það er kannski, ég er auðvitað til þeim hópa líka. Kannski kemur eitthvað meira. Það verður bara komið ljós. Það er eitt, sko, konur gefa oft út seinna og svo, sko, mann hefur svo sem ekki samanburð, en já, ég held að það er allavega þannig að maður getur hort til dæmis á metsölulistana. Ég er mjög mikil hausatalninga manneskja og það er oft þannig að bækur eftir kalla mér finnst það alltaf að vera fleiri á metsölulistunum. Ég vona að það sé að breytast núna. Ég hef ekki talið neitt núna hérna í þessu bókaflóði en það var meira sér þannig held ég 2021 að á metsölubóka metsölulista barnabóka bara 9 af 10 voru kallar. Fólk tekur meiri, ég held að fólk tæki bókum eftir kalla öðruvísi. Kona skrifar bók, svona samtíma bókum eitthvað fólk sem er bara ungt og á kaffihúsum að gera eitthvað svona, það sem ungt fólk gerir þá er það eitthvað svona tjekklit að kona skrifar það. Karlar skrifa skáldsögur. Getum bara tekið, ég vil ekki teka íslensk dæmi af því það er svo gildislað, en ég menn við getum tekið Nick Hornby ef hann væri að hefði skrifað bara svona About a Boy sem kona, þá væri það flokka sem einhvers konar, eða margar hans bækur kannski, sem eru frábærar, ég held upp á það sko. Og konur eru kannski bara stundum alls ekkert skálda því það er skrifa bara í fyrstu persónu, eru örugglega bara ekkert að skálda. Það eru örugglega bara ég man eftir umræði fyrir nokkrum árum þar sem að, ég man ekki hvaða höfundar það voru, 3 kvenkins höfundar sem voru bara í útvarpinu að tala um þetta einmitt, bara sko viðhorf til skáldskapar kvenna og að þær séu kannski bara að skrifa satt og því alls ekki skáld. Og svo er til margar rannsóknir karla að lesa bækur eftir kalla. Það er bara þannig, konur lesa bækur eftir konur og kalla og það sama um stelpu, þú veist, strákar lesa strákabækur, stelpur lesa stelpu og strákabækur, ég segi svona, þú veist. Ég neyjist í kvenna bókmyndalega séð og nenni ofta ekkert að lesa kalla bækur og skammast mér pínu fyrir það því ég bara einhvern konur skrifa miklu betri bækur og byrjaði þessu og var svona þetta er eftir kall og tippalyktin sem nefndi á það sem að ungas konan nefndi líka truflaði mig fyrst en svo er ég bara mjög hrifin af þessar bók sko. Einmitt af því hún er eftir kallmann og einmitt út af tippalyktinni. Það veist hún meikar sens sko, það er meikar sens fælast frá út af titlinum en ég hef mikið en ég ofta þess að það er ekki bara þetta að gefa út bækur þú veist, hversu seint þú gefur út og allt svoleiðis, þetta hefur náttúrulega breyst heilmikið má segja, en það er líka bara þetta að skona
hvernig þú lítur á framan og hvernig aðrir líta á hvort það sé sjálfsagt að virkilega vinna í framanum og áframhaldinu og svoleiðis sko og svona statusinn sem að fólk fær í hérna, það sjálfsagt á svolítið mikið eftir að vinna í því í okkar menningu. Já, sko. Það á örugglega eftir að það er svona, já, það er náttúrulega við vitum það öll að kallar mæta alltaf með nokkur svona auka stig bara út í samfélagið. Það er bara þannig. Ég er með eina litla sögu sem mér finnst fyndin, á ég að segja hana, svona litlar og stóra bækur og svona. Þegar að Konan Sverris kom út að þá fórum við í myndatöku, höfundur hjá Benedikt og ég mætti honum Friðgeir Einarsinni. Það sem hann var að koma myndtökun og ég var að fara í, við könnuðumst við hvort annað bara frá fornu færi. Og hann heilsaði mér, nei, þú hér og ég já, ertu með bók og ég já og hann er auðvitað mjög fyndinn maður, það skal tekið fram svona sem formáli, skemmtilegur og hann segi já, og er það lítil bók? Já, svona svolítið. Er það pínu lítil bók? Já. Svo sagði ég, en þín? Nei, hún er stór. Hvað heitir hún? Stór fiskur. Mér fannst þetta fyndið og eitthvað svo, svo fórum við að tala um Ólöfu frá Hlöðum og litla kvæðakverið og myndmálsmæðarinnar. En já, allavega þetta var svona eins og pínu lítill skets sem að bara láfið eins og hann hefði bara búið þetta til, hann Friðgeir hann alltaf bjóða til. Já. Þetta hefur verið skett sko. Já. En erum með stóra spurningar, kæra þakki fyrir að koma í spjalli við rauðaborðið. Útgangspunkturinn var þessi bók, þessir djöfulsins kallar eftir Andrew Walden, en við rættum líka tengslin við Tove Ditlevsen og konuna Sverris og svo náðum við nú ekkert alveg að tala ljóðin sko, þannig að ef þú væri til að koma aftur þetta er svo lítið fjöld þetta er svo lítil fyrirgeðu lítil ræðið svo lítil bók hér er Valgerður Ólafsdóttir skólasálfræðingur og rithöfundur Þórdís Gísladóttir rithöfundur, skáld og þýðandi þessari bókar. Kæra þakki fyrir að koma í spjall í rauðaborðið. Takk sömuleiðis. En við förum ekki langt, við höldum eiginlega áfram að tala þýðingar og mikilvægi þýðinga út frá öðru sjónarhorni og í öðru samhengi og samfélagið í heild. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.